og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4. Til mín komin Sigríður Sólarljós, velkomin. Þakka þér fyrir. Og ætlar að segja okkur frá ráðstefnu sem þú ert að halda bara upp á eigin spýtur eftir viku. Er það ekki? Jú. Ráðstefnan Leið hjartans, heilsu og heilun, sem að ég bara fékk þessa þörf fyrir að halda þessa ráðstefnu að fá fólk til þess að mætast. Mér finnst það er vel alltaf að vera aðskilja þetta hefðbundna og óhefðbundna, en við erum öll að ganga saman markmiði. Sem er vera heil, að verða heilbrigð, einhvern veginn. Og þú ert búin að vera svona pæla dálítið mikið í andlegum málum og bara vellíðun og ýmsu. Getur eitthvað fest fingur á hvenær það byrjaði? Eða hefur alltaf verið svona leitandi? Sko, ég hef alltaf verið svona hvatvís að hlaupa eftir hjartanu, getum sagt það. En sirka 25 ár síðan eða rúmlega það, þá heyri ég setningu sem er svona, eða las, stærsta vandamál nútíma þjóðfélags er ábyrgðarleysi. Og ég bara, ókei, þá verð ég bara að taka ábyrgð og ég get bara tekið ábyrgð á mér, að vísu börnunum mínum þegar þau eru lítil, en síðan verð ég að sleppa þeirra ábyrgð og þau verða að taka ábyrgð á sér, en ég verð að taka ábyrgð á mér og mínu. Sem leiddi til þess að þú fórst að gera hvað? Fyrst byrjaði á því að fara, sko, ég fer þessa andlegu leið sem að sumir kalla bara skottulækningar eða humbug eða hvað sem það er, af því það er ekki hægt að festa fingur á það. Það er ekki búið að sanna það tekur vísindin 10 ára að sanna margt af því sem við höfum verið að gera og það er alveg staðreynd. En ég fer semst þá leið að fara inn á við, fara í dansflæði, jóga, heilun, síðan er ég læt til leiða mig í að fara í þerapíunám sem heitir The Journey, 4 ára nám, sem þegar ég bjó til Noregi. Og hvað er maður að vinna með þar helst svona? Þar ert að vinna með tilfinningar og minningar. Og að fyrirgefa og sættast við hluti sem að þú getur ekki breytt neinu. Þú getur ekki breytt því sem búið. En þú getur breytt, og þú byrjar hvern dag á nýju lífi. Hvern einasta morgun vaknar upp og og þetta er allt undir þér komið einhvern veginn. Þín viðbrögð við. Já, við öllu sem áreiti, við öllum tilfinningum, hugsunum, sko, læra að taka ábyrgð á því. Mörgum finnst það voðalega leiðilegt orð, ábyrgð. En því meiri ábyrgð sem ég tek á mínu lífi, því glaðari er ég, hamingjusamari, heilbrigðari og léttari. En að þessari ráðstefnu sem er haldin í Laugaborg, 22. og 3. febrúar. Segðu okkur aðeins hverjir koma þar fram og hvað, svona, cirka þeirra áherslur. Sko, ég er með, hann Sölvi Tryggvason sem flestir þekkja, sem gaf út bókina Á eigin skinni. Hann er að koma og ætlar að tala, sem er alltaf bara yndislegt. Og hann er svo mikið, hann er svo hlutlaus í því sem hann er að gera. Þú verður að finna þína leið, segir hann. Síðan er ung stúlka sem greindist með MS fyrir rúmu ári, 1,5 ári síðan, mjög aggressíft og hún var bara leið í hjólastól og var í rauninni bara, sem sagt, eftir að fara í stofnfrumuskipti, það var ekkert sem virkaði. Þá tekur hún ábyrgð á síni heilsu og það er náttúrulega bara, hún er að koma og segja hvað hún var bara, já, eins og ég segi. Hún náðast nú einhverju þróun við, eða hvað? Já. Eða stöðva, eða hægja á? Allan að stoppa það algjörlega. Ég sko veit ekki nákvæmlega. Nei, spennandi. Þannig ég býð mjög spennt. Elín Skúladóttir, hún er úr Reykjavík, held ég. Það er eina mannski sem ekki hitt. Og hún semst að hélt veganráðstefnuna fyrir sunnan. En hún fékk semst greindist með krabbamein 2017 og tekur umbreytir einhver þar. Ég býð mjög spennt líka þar. Er þetta allt á laugardeginum eða þetta svona bæði laugardeginum? Nei, sko, Elín er á sunnudeginum. Á laugardeginum er Svanhildur Mar og Sölvi. Síðan er Auður Ingólfsdóttir. Hún er hérna frá Akureyri. Hún er hérna frá Akureyri.
hún bara keyrði á vegg tvisvar sinnum og Almar Hrannardóttir, hún einnig keyrði á vegg. Hún kemur úr fjármálageiranum, mjög andleg og komin með nýtt fyrirtæki sem hún með, sem heitir Englar og eitthvað. Hún svolítið driffjörn bakvið með mér að hjálpa mér. Og þetta allt svona einstaklingar sem hafa kannski svolítið fundið á eigin skinni, eitt og annað og bara einmitt tekið ábyrgð og breytt einhverju í sínu lífi eða einhvern veginn virkilega umbreytt, sko, þurft jáfnvel, bara þarft. Þegar þú komið svona langt, þá þarftu. Virkilega, þú hefur ekkert val lengur. Og þú þarft að læra að taka ábyrgðina. En ég svo vonast til með þessu að fólk þurfi ekki að labba akkurat alla leið. Þurfi ekki allir að labba vegginn kannski? Allir að labba vegginn, heldur geta komið og sagt, ok, já, þessi... Já, lært svona af þeirra. Já. En á laugardeginum, þetta frá klukkan, hvað þetta langir dagar, eða hvernig þetta í laginu? Sko, á laugardaginn frá 10 til 5 með hléi. Og súpu? Súpa og brauð og grænmetissúpa. Og þá ætla að koma aðilar sem ætla að kynna sig. Já. Það verða kynningaraðilar sem að koma með sínar leiðir til þess að kynna sig. Þannig í hádeginu? Þannig í hádeginu, þá verður svona, já. Og eitthvað kvöldi líka? Kvöldi ætla það annar viðburður og það kakó og dansviðburður. Það sem þú ert að dansa. Ég þar með honum Jakob Wood sem jógakennari hérna á Akureyri og ég sé kakóið og hann ætlar að vera með leiða dansinn og svo verður gongheilun eða slökun í endan. Þannig að við leiðum og það var bara lagst í gólfið og slaka. Ég elska að svona þetta verður. Það var öðruvísi, ævintýralegt. Þetta mjög gaman. Fólk sem vil vera með, skrái sig einhvers staðar. Já, það skrái sig eða sendi mér annarkvort bara tölvupóst á Sigri, sólamusterið@gmail.com eða fer inn á sólamusteri.is og skráði sig þar. Það hlekkur. Það hlekkur og á leið hjartans, heilsa og heilun viðburðurinn á Facebook. Já. Þetta frábært framtak. Það ekkert á hverjum degi sem svona ráðstefna í boði. Nei, og svo sunnudaginn þá það Elín, ég og Kjartan Sigursson sem ráðgjafi hjá Sími. Hann ætlar að láta hann loka því að hann kemur með svona kannski hvernig við getum leitt okkur áfram. Þetta afar spennandi. Takk fyrir að taka að þér að græja þessa ráðstefnu og að koma að segja okkur frá henni. Takk fyrir kærlega, Sigríður Sólarljós, og gangið þér svakalega vel. Takk.